Já, og við ætlum að byrja á þessu því sem að hefur leggið út í upptökum af samtölum vissra þingmanna eins og þið heyrðuð af samantekt okkar Sigmundar Ernis hér rétt áðan. Þær eru sestar hjá mér, Oddný G. Harðardóttir Samfylkingu, Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og forseti Alþingis og Hanna Katrín Friðriksson Viðreisn, Unnur Brá og Oddný G. Fá ummæli sig miður smekkleg og þegar við sitjum hér og klukkan rétt að verða 3 að þá ennþá að berast frá stundinni upplýsingar úr þessum samtölum og það kemur meira og meira í ljós að þetta ógeðfellt en velkomnar. Takk. Takk byrja þér, Oddný. Hversu alvarlegt þetta? Sko nú hefur við verið að fá þetta svona í skömmtum frá því gærkvöldi, fréttir af þessari upptöku og hún verður alltaf verri og verri. Og ég get sagt í gærkvöldi þegar ég las hvað Gunnar Bragi sagði mig, það fannst mér, þú veist að mér gat ekki verið meira sama. Ég bara hélt áfram að prjóna sko, það var ekkert, það hreyfði ekki við mér. Þú kannt ekkert, veist ekkert, hvernig var þetta? Já, apaköttur og eitthvað svona. Já, þú ert apaköttur. Þú veist, við erum búin að vera saman 9 ár í pólitík, við erum ósamanlega í grundvallaratriðum, við höfum margoft tekist á og ég væri bara hissa ef honum finnst ekki apaköttur í pólitík sko. Þannig að það hreyfði ekki við mér. Hins vegar, þegar að Inga Sæland uppnefnd á svona ógeðfelldan hátt og allt sem sagt hana og uppnefnið já, sem notað til að taka hana niður og þegar að talaður Silju Dögg og áfram þegar að kvenfyrirlitningin kemur meiri ljós þá náttúrulega fer að fara hann. Silja Dögg kölluð kunda. Hættuleg kunda. Hættuleg kunda. Og Inga Sæland hún ekki klikkukvölda, það eitthvað svona. Rennur svolítið saman, verða viðkynna það. Já, en þetta var alltaf, og þegar þú horfir yfir þetta í heild, þá lýsir þetta bara stækri kvenfyrirlitningu. Það sem að sko einkennir þetta, Unnur Brá, og þú ert, hvað ert þú, kerfiskerling? Já, bara eins og hérna í laginu, Jón var, Jón sem var sjómaður í húð og hár, hann var kræfur, karl og sterkur. Til að taka þetta þannig. Já, ok, það fínt að snúa þannig. En það sem með þetta að það er svo kynferðislegur undirtón. Já. Í þessu baktali. Já, og þetta auðvitað bara dapurlegur dagur. Og maður er bara dapur að upplifa þetta. Þetta svona hvirfilbyljur í íslenskum stjórnmálum, myndi maður segja. Og ekki allt komið fram, en þá sýnist manni sem að þarna var rætt En svo þetta auðvitað þannig að það hafa auðvitað allir lent í því að segja eitthvað óvarlegt einhverja vini sína á síðkvöldum. En þarna kemur þetta ansi mikið og einmitt þessi undirtónn og mikið talað konur. Og ég lít þannig á að þarna verið að tala sterkar konur sem eru kannski einhver ógn við þá karlmenn sem eru starfandi í stjórnmálum og lít þannig á að það sé ástæðan fyrir því að verða tala þar á þessum nótum undir þessum formörkjum. Já, það er einmitt þessi kvenfyrirlitning og þessi kynferðislegi undirtón. Hanna Katrín, þú tókst nú saman eitthvað af þessu og settir á Facebook svona, og fólk að gera þetta, það er bara að raða þessu svona upp, hvað kemur þarna fram og þetta er það mikið, kannski alvarleikinn fólkinni því líka að sko, það verið að reyna að reisa við virðingu Alþingis. Já, það tekst ekki með þessu. Klárlega, við kannski eins og Oddný fór hérna yfir áðan að fréttir byrja að berast af þessu í gærkvöldi og fyrst, þetta var nú svo sem alveg nógu alvarlegt fyrst, en þá voru svona 2 meginlínur. Annars vegar þessi gamla saga það að þarna eru karlmenn að lýsa því hvernig þeir hygla hver öðrum gegn vilyrðum að fá greiðan endurgoldinn síðar. Og þá er ég að tala um þessa sendiherrastöður. Það hverfi síðan algjörlega í skuggan fyrir því sem síðan verður hinn rauði þráðurinn og sem þessi ólýsanlega kvenfyrirlitning sem að lauma sig þarna í gegnum hvert einasta komment eiginlega sem þeir eiga konur og meira að segja karlinn Logi Einarsson tekið niður með að setja hann í pilsko. Þetta er svo yfirgengilegt. Það er mjög niðurlega að vera í pilsi. Akkurat, fyrir karlmann greinilega. En það er líka sko, bara svo við hugsaum þetta áfram, þarna sitja við borðið, þetta er fyrrverandi forsætisráðherra, þetta er fyrrverandi utanríkisráðherra, maður sem startaði rakarastofunni sem átti að vera framlag íslensku utanríkisþjónustunnar í He4C og gera hvað? Jú, það sem karlmenn heita því að standa upp þegar aðrir karlmenn fara að tala svona konur. Það er punktur og þetta er flaggskip íslenskrar utanríkisþjónustu í jafnréttismálum undanfarin ár. Þetta er ekki einkamál þessara manna sem þarna töluðu, þeir eru búin að setja virkilega svartan blett
á Ísland sem fyrirmynd í jafnréttismálum. Það einfaldlega þannig. Stöðu sinnar vegna, það hafa gert það. Sjáu þið fyrir ykkur að þetta eru fréttir sem fari út úr landsdeiluna? Ég hugsa það. Og þeir náttúrulega stíga algjörlega yfir stóru línuna þegar að sagan kemur Albertínu, þar sem að hún hreinlega bara ásökuð að hafa nauðgað manni. Albertína sem ykkar unga vinkona í Samfylkingunni. Þegar að sú saga kemur, sem náttúrulega bara algjört rugl, og Gunnar Bragi sjálfur búinn að segja það, að þegar sú saga kemur, þá hugsa ég nei, hingað ekki lengra. Þessi menn geta ekki setið á Alþingi Íslendinga og Alþingi náð virðingu sinni að nýju. Það bara ekki hægt. Hvað á Unnur Brá, þú varst nú forseti Alþingis og þekkir starfið vel á Steingrímur Jóða gera eitthvað sérstakt? Hver eiga svona viðbrögð forseti Alþingis að vera? En nú alltaf hættulegt þegar fyrirverandi eitthvað ætlar að fara að segja til hvernig hlutinir eiga að vera og ég ætla ekki að vera í því. En það auðvitað bara mikilvægt að ræða málin og tala saman og ég sé að menn ætla að halda fund þetta mál og fara yfir hvað best að gera og ég held að það sé þetta bara byrjunin. Hvað nefndir það? Forsætisnefnd? Já, það þá væntanlega forsætisnefnd sem búið að óska eftir að koma saman. Og hvað getur hún gert? Kallað þá til sín eða? Já, ég gerir ráð fyrir því að ekki einhver aðeim í forsætisnefnd? Ég gerir ráð fyrir því að forsætisnefndamenn ræði þetta mál og fari yfir hverjir möguleikarnir í stöðunni. En þetta auðvitað fordæmalaust. En síðan auðvitað líka þarft að ræða bara í hvernig samfélagi við búum. Og við höfum hingað til ekki verið þar að það sé verið að taka fólk upp og senda í fjölmiðla. Og mér finnst það vera punktur sem verður að ræða, ég ekki að tala um ekkert endilega í forsætisnefnd, heldur bara við sem samfélag. Já, stundin tók upp þetta. Já, einhver tók þetta upp. Einhver tók upp og seldi það þá. Það liggur ekkert fyrir hver það var, það einhver huldumaður. Og það breyting á íslensku samfélagi. En finnst þér það mikilvægara prinsip heldur en við fáum að vita hvað okkar valdamenn eru hugsa? Mér finnst hvort tveggja eitthvað sem þarft að ræða. En mál dagsins í dag efnislega orðræðin sem átti sér stað þarna, en hitt kannski ræðið við aðeins síðar. Vegna þess að við þekkjum samfélag þar sem allir eru teknir upp allstaðar og við viljum ekki fara þangað. En í dag umræðan að snúast hvað var rætt á þessum bar. Og það eðlilegt að það sé umfjöllunarefni dagsins en hitt mun kannski hafa meiri svona áhrif á framtíðina, hvernig við sjáum þau mál. Samfélagið á Alþingi, hefur þetta verið kannski svona að grassera bak við tjöldin? Þetta einhver veruleiki sem þið þekkið frá þinginu? Þetta eitthvað sem þið hugsið býtu, já þetta kemur ekkert á óvart? Nú fari bara almenningur og loks að sjá kannski hvernig menn tala. Þetta komið ykkur óvart kannski? Já, ég byrjaði að taka boltan í með töluvert skemmri sögu, þú kannski þekkir þetta kemur mér á óvart, já. Ég hélt að við værum komin lengra og ég hef ekki orðið vör við þessa sýn manna, sýn þessara karla á konur, samstarfs eða kollega sína á þingi. Nei, ég hef ekki orðið vör við það. Og ég held kannski líka að varðandi það að þetta óneitanlega setur svartan blett á Alþingi og starfsemina, það óhjákvæmilegt. Að tíminn á kannski eftir að leiða í ljós og viðbrögð munu leiða það í ljós, hvort þarna að ræða kannski einhverjar einangraðan hópmanna sem þekkir ekki eða viðurkennir ekki þá breytingu sem orðið hefur í samfélaginu, eða hvort þetta ristir eitthvað dýpra og eitthvað undirliggjandi í starfsemi þingsins sem að ég tel ekki vera. Ég meina, hafa verið einhver svona vísbendingar að þetta sé bara eins og menn tala? Nei, ég búin að vera þarna í rúm 9 ár og ég hef aldrei sjálf heyrt neinn tala með viðlíka hætti. Engan. Nei. En hins vegar hefur maður kannski frétt af ekki bara stjórnmálamönnum, heldur bara karlmönnum yfir höfuð þegar þeir sitja saman og segja sögur og þá taka þeir konu niður og það eitthvað sem við bara vitum og jafnréttisbaráttan hefur náttúrulega svolítið gengið út á að breyta því. Hérna ein kona, ein þingkona náttúrulega. Það ein þingkona með en það ekki hún sem er tala eða ég hef ekki lesið það, að hún vitni af þessu öllu saman, það ekki hún sem segir vestu orðin, sko. Nei, hún svo sem að benda á, myndi að segja þetta væri kall og svona, þannig að svona kannski svolítið... En ég eins og segi, ég hef ekki orðið vitni af þessu,
En MeToo sögurnar segja manni náttúrulega menninguna, bæði í stjórnmálaheiminum eins og annar staðar í samfélaginu. Og svo þetta eins og Hanna Katrín var að minnast á áðan, He4C, þar sem að karlmenn ætla að hjálpa stað að breyta þessari orðræðu. Það ónýtt þá bara núna? Nei, við ætlum ekki að leyfa þeim að eyðileggja það fyrir okkur. Það nú bara okkar, við skulum taka þá ákvörðun vegna þess að þetta barátta sem við eigum öll saman. Og það þetta þannig að Alþingi þverskurður þjóðarinnar, það ekki? Og þar alls konar fólk og fólk hefur sína fulltrúa. Sumir eru að einbeita sér að málefnunum og að vinna í þeim. Aðrir eru að einbeita sér að einhverju öðru. Á Íslandi alls konar fólk og það hljóta þá allir að eiga einhverju samsvörun í fólki inn á þingi, líka þeir sem hafa skrýtnar skoðanir og eru kannski á móti konum að einhverju leyti, það, kannski bara staðreyndin. Þannig að það svo erfitt að setja og dæma aðra vegna þess að við höfum auðvitað öll einhvern tímann sagt eitthvað óvarlegt og það auðvitað þannig. En þannig auðvitað gengið miklu lengra heldur en ég hafði nokkuð tímann ímyndað mér að samþingmenn og fyrirverandi samþingmenn manns væru að hugsa og tala samþingmenn sína. Já, það er kannski hægt að segja já, ok, þetta svona bara lífið og þú veist, fólk missir ákveðna hluti út úr sér. Það ekki bara það hversu langt gengið og síðan var síðasta dæmi sem ég las áðan var að það var gert grín að Freyju Haralds og hvort það var að vera herma eftir henni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég veit ekki, geta þessir þingmenn, Oddný, þú ert á þeirri skoðun að þið geta ekki setið áfram, ef ég skildi þér rétt áðan. Mér finnst þér bara hafa gengið svo langt. Já. Þú veist, það eru kvenmenn, það eru samkynhneigðir og það eru fatlaðir. Ja. Og það einhvern veginn allt undir og í því versta sem hægt að hugsa sér í svona samtölum. Þannig að ég sé það ekki fyrir mér. Ég get ekki séð það fyrir mér þarna. Já, hvernig verður andrúmsloftið bara í mötuneytinu? Þið ekki að fara á Bessastaði í kvöld? Ekki að fara á Bessastaði? Það búið þar í kvöld, jú. Hvernig verður stemningi það? Ég held að aðeins áður að það alveg rétt að við erum mörg gerist segum það að vera með sleggjudómi menn og málefni þegar við erum í einhverjum hópi og annars slíkt og mættum örugglega mörg. Passa okkur betur þar. En það þessi tónn í þessu öllu og þetta snýst held ég ekkert endilega að gera það vissuleyti en viðhorf gagnvart konu, þú getur alveg haft að skoðun að konur séu ómögulegar en það er orðbragðið og þessi leið til að taka niður sem við erum búin að berjast svo lengi gegn að gera það á þessi kynferðislega hátt og vísa alltaf í kynið og þessi og bara ofboðslega niðurlægjandi orðalag að geta þá ekki einu sinni sýnt konunum sem þeir vilja taka niður að gera það á málefnalegum grundvelli. Síðan þetta hvort að þeir geti setið áfram. Ég ætla að snúa svo við og segja, getum við boðið Albertínu upp á það að sitja áfram á vinnustað við hliðina á þessum mönnum? Já. Mér finnst það miklu eðlilegra að við spyrjum þeirra spurningar. Sem þeir segja að hafi nauðgað einhverjum. Já. Já, en það kannski traustið nú eflaust ekki mikið gagnvart þá þeim sem hafa orðið upp við sér á þessu. Nei. Á þessum bar. En inn í þetta kemur náttúrulega það voru fólk var að drekka. Og þarna var bara áfengi haft hönd og í einhverju svona ölvunar ástandi eru þessi hlutir sagðir. Það afsökun? Þetta mjög viðkvæmur punktur. Auðvitað það ekki afsökun, en þegar að ekki gamalt málsóttur sem segir öl sýnir innri mann og slíkt. En það auðvitað hömluleysi sem kemur fram þegar að fólk drekkur áfengi, en það þýðir ekki að þú umbreytist karakter, Ekki nema að sé vandamál? Já, ég allavega þekki afskaplega fáa sem eru þar, Þannig að þetta gefur okkur kannski einhver innsýn inn í hugarheim sem að sleppur þarna fram í undir áhrifum. Já. Og það engin afsökun fyrir því að tala svona samstarfsmenn sína. Ég get ekki sagt það. Það sé ekki afsökun. En auðvitað þetta þannig að þetta fólk sem situr á Alþingi umboði þjóðarinnar og menn eru dæmdir í kosningum af sínum verkum og ég gerir ráð fyrir því að verði ekki neinir eftirmálar af þessu aðrir að þá komi dómur kjósenda bara fram í næstu kosningum. Já, einmitt.
Sko, þarna til dæmis eins og Gunnar Bragi sem var boðið í þennan þátt en búinn að vera mjög upptekinn í dag og hefur ekki getað komist, allavega þegar að við sitjum hér. Sko, þarna til dæmis afsökun segir hann, þarna virðist ég hafa notað orðfæri sem mér framandi og ég veit ekki til að ég hafi áður notað. Eru þetta ágætis skýringar eða, sko, það eins og menn tala sig sem einhvern annan mann? Það virkar einhvern veginn þannig? Já, ég svo sem ekki til þess að því að mennirni vilji fjarlæga sig frá þessu öllu saman með einum eða öðrum hætti. En ég vil bara segja eins og sessunvita minni hér að oft gengur mikið á í þingi og menn rífast og takast harkalega á og svo setjast félagarnir niður að kvöldi og segja að þetta var nú, þú veist, svona og hinsegin og þetta var nú meiri vitleysan sem þessi sagði og eitthvað svona. Og sannarlega hef ég tekið þátt í því, en það bara, þetta gengur bara lengra, miklu lengra og það svo mikil fyrirlitning og fólk svo mikið tekið niður og að það það sem ekki endilega fólki sitji saman og segja spjalla félagar sína á meðan að fjárlagafrumvarpið eða umræðum það stendur yfir, heldur hvernig þau gera það. Sem að einhvern veginn og það svona óásættanlegt, sko. Svona verið að tala líka, Páll Magnússon, hann vera mjög latur og eitthvað svona og ekki hæfur og þú veist, þetta svona einhvern veginn alveg langt fram eftir götunum þar. En það verður náttúrulega bara að sjá hvaða afleiðingar þetta hefur ekki sett, svona kannski næstu dögum. Jú, ég held að það búið að senda forsætisnefnd erindi með beiðni að þetta mál verði sendið síðanefndar Alþingis og það svona kannski rétti farvegurinn að skoða og það þá allavega einhver umfjöllun en ég held að það er alveg rétt að tekur einhverja daga og við erum svo sem eins og komum fram hérna, það ennþá að berast einhverja fréttir og fólk svona að lesa þetta í bútum eða fá fréttir og ég held að sé bara ef ég ætti að nota eitthvað orð til að lýsa andrúmsloftunum í þinghúsinu í dag, það var bara svona deburð og drungi. Miklu frekar en sko reiði og eitthvað, það allir bara eiginlega slegnir, þetta bara svona náttúruhamfara tilfinning einhvern veginn vegna þess að við finnum mjög öll fyrir því að þetta að setja mjög, eins og ég sagði áðan, svartan blett yfir Alþingi og störfin þar, eitthvað sem að sko hvorki við né þjóðin sem við erum að starfa fyrir þarf á að halda akkurat núna. Ég held þetta sé líka bara það að allir sem alltaf eins og ég upplifði meðan ég sat á þingi og meðal annars með þeim vinkonum mínum hér að það allir að leggja sig fram og reyna að standa sig vel og maður veit alveg að það ekki allir sammála manni en maður vill vera dæmdur af sínum verkum og maður vill krefst ekki að öllum líki velvinn maður vill bara geta tækist á við fólk á málefnilegum forsendum og verið gjörsamlega ósammála eins og við Oddný vorum nú iðulega í þinginu, mjög ósammála mjög marga hluti en Oddný samt góð manneskja sem leggur sig alla fram að undirbúa sig undir nefndarfundi að koma fram með sterk rök fyrir sínu máli og því ber maður virðingu fyrir en að upplifa og deburðin held ég að komi til að því að upplifa það þrátt fyrir að maður sé að leggja sig fram að þessu leyti skiptir það einhver máli. Það bara, ertu hot eða ekki? Ertu kerfiskelling eða ekki? Og bara slá í þig eða ekki? Og það það sem maður svo dapur yfir. Það endilega gagnrýnið mig. Og rýnið mig til gagns. Og þá kemst ég líka lengra. En sýniði þá virðingu að við erum jafnokkar, við erum jafningjar og komiði fram við félag ykkar í þinginu vegna þess að þið eru öll kosin með sama umboði frá fólkinu í landinu og þetta þarf maður að sýna því virðingu. Einn af þeim sem að satt á Klausturbarnum hringdi í Ingu Sæland og baði hann afsökunar. Hefur einhver hringt í ykkur? Já. Gunnar Bragi hringdi mig. Það er ekki verið hringt í mig en ég er náttúrulega bara kölluð kræf kerfiskelling og ég held það sé bara hrós vegna þess að ég trúi á það að fara eftir reglum og reyna að halda sér að ákveðin skipulags. Ég held ég að sýnt það í mínum störfum en ég held að þetta hafi ekki verið ætlað tónninn hafi ekki endilega verið sá. Ég er ekki viss það. Nei, ég er ekki viss það. En ég reynir bara að vera jákvæð. Já, akkurat. Það var gott að fá ykkur hingað, Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn og Oddný G. Harðardóttir frá Samfylkingu og Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og forseti Alþingis. Og hér á eftir, það hin stóra fréttin í dag, það að Icelandair kaupir ekki WOW air
og Steinn Logi Björnsson kemur hingað og Þórður Snær Júlíusson sömuleiðis frá Kjarnanum. Við ætlum að rýna í þetta mál, þetta efnahagslega mikilvægt hvað verður VR og síðan kemur hún líka Ingibjörg Dögg frá Stundinni en þar eru þau að leggja út þessum ummælum og þessum samtölum þingmanna sem öllum mjög brugðið yfir. Takk aftur fyrir komuna. Stuttar auglýsingar og heldur svo áfram.